Rás 2 fagnaði í dag 25 ára afmæli sínu en 1. desember árið 1983 blés Ríkisútvarpið til sóknar með tónlistar- og dagmálútvarpi fyrir yngri hlustendahópa sem þá var nýmæli í íslenskri fjölmiðlun og Elsa María og Sigurður Jakobsson smelltu sér til Poplands í dag og heimsóttu afmælisbörnin á Rás 2. Það var klukkan 10 að morgni 1. desember árið 1983 sem þau Arnþrúður Karlsdóttir, Ásgeir Tómasson og Páll Þorsteinsson sátu við hljóðborðið og lásu fyrstu kynninguna á nýrri og ferskri rás Ríkisútvarpsins, Rás 2, sem ætlað var að höfða til yngri hlustendahóps en gamla gufan. Fyrsta lagið sem spilað var á rásinni var vissulega íslenskt, en þó ekki sjóðheit nýbylgja tískustrauma þeirra daga, heldur lag Jóhanns Helgasonar, Ég labbaði í bæinn, við merkingaþrunginn texta Villa Vill, texti sem á ekki síður við í dag. Ég held við ættum stundum að hlusta aðeins betur á hugrenningar þeirra sem erfa skulu land. Til hamingju með afmælið öll sömul. Takk fyrir það. Er alltaf saman stuði hérna á Rás 2, 25 ára? Algjörlega maður. Og hvað, eftir þetta 25 ára starf, hvað situr eftir? Eitt af því sem við erum hvað stoltust af er starfið okkar í íslenskri lifandi nýgildri tónlist, eins og Jakob Frímann segir. Og þar eigum við alveg gífurlegt magn sem sko á eftir að verða ómetanlegt. Og er ómetanlegt. Já, en verður ennþá meira ómetanlegt seinna. Hugsaðu hvað það verið gaman, sko, hefur þetta verið gert frá byrjunum við ættum Balmil hljómum í krossinum, ættum hljómsveit Óla Gauks og í vetragarðinum 56 eða hvað það er. Já, fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því í framtíðin að eigi ekki tónleika með mínus eða, ég menna að því að hljómar til dæmis, hljómar voru allt öðruvísi hljómsveit en hún er á plötum. Nákvæmlega. Það er engin heimild til í rauninu það. Og þið haldið áfram þessu starfið að það gefa þessum hljóðritunum? Jú, við erum, sko, hverja einustu viku fáum við hljómsveit til okkar til að spila í beinni útsendingu hérna neðan úr hljóðveri númer 12, stóra og fína hljóðverun okkar, alltaf á föstudögum, fyrir utan það að við rokkum hringinn og gerum ýmislegt. Nú er Popland lifa lengi góðu lífi, en hvað með þjóðarsálina sem var lengi vinsæll þáttur, er ekki máli að koma henni aftur á? Staðan í þjóðfélaginu er þannig að mér finnst að það mætti kalla Hauk Hauksson heim úr útlegð og setja hann hérna aftur á launaskrá og setja þjóðarsálina aftur í gang. Alveg tímanlaust, þetta var vinsalasti þátturinn hérna á Rás 2. Ég held að þetta sé vinsalasti þáttur sem hefur verið á dagskrá Rás 2 nokkuð tíman. En í sambandi við útvarp unga fólksins, að sjálfsögðu erum við að bjóða upp á hellingsefni, flott efni fyrir ungt fólk, en ég vil gefa í, sko. Ég held að við ættum að setja í gang Rás 3. Yes! Líka. Vegna þess að sko, ég meina, það er náttúrulega þannig að útvarpsstöðvar eldast alls þar í heiminum og hlustendurnir eldast svolítið með. Og ef að það er orðið málið að yngstu hlustendurnir sem að koma til með að taka þátt í rekstri eða fjármögnun útvarpsins frá og með 1. desember með nefskatti, ef þeir eru ekki að fá neitt fyrir peningarnir sína, þá þurfa þeir að fá bara nýja útvarpsstöð. Og ég sé hérna fyrir mig Rás 3 sem væri bara stjórnað af 20 fólki. Takk fyrir þetta og aftur til hamingju með afmælið. Þúsund þakkir. Takk fyrir það.